Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í næsta þátt af þessu stutta hlaðvarpi. Ég er ekki ennþá búinn að ákveða hvort ég ætli eitthvað að númera þessa þætti. Þeir eru svo stuttir að mér finnst þetta varla virka sem eitthvað svona þáttaraðar þættir. Því ég er ekki einu sinni búinn að ákveða hversu oft ég ætla að gefa þessa þætti út. Ég held þó að ég sé að fara að gefa þetta út 2 í viku. Það ætla að byrja þar og sjá svo hvað gerist. Ég þori ekki að lofa neinu lengur eða aftur. Nema að ég held ég þori alveg að segja það þannig að það heyrist í mér segja það að ég get gert þetta oftar en einu sinni í viku. En þá er ég allavega ekki ennþá búinn að ákveða hvaða daga vikunar ég ætla að gefa þetta út. Einhvern veginn finnst mér líklegt að ég gefi 1 út á mánudögum og 1 á fimmtudögum. Frekar en föstudögum, mér finnst það eitthvað skrítið. Og það verður líka stutt á milli einmitt föstudagsþáttar og mánudags. En allavega, ég sé til. Kannski verður eitthvað óreglulegt til að byrja með á meðan ég er að prófa mig áfram og komast að niðurstöðu. Hvort virkar betur bæði fyrir mig og líka fyrir ykkur. Því núna er þetta ágætlega stór breyting frá því sem þið eruð orðin vön og ef þið eruð búin að hlusta lengi þá geti þetta orðið allt annað heldur en þið vilduð. Ég vona að það sé ekki tilfellið. Ég vona að þetta sé eitthvað sem er ykkur gagnlegt. Ég finn það alveg á mér að ég er að tala aðeins hraðar heldur en venjulega. Ég er ennþá rosa mikið að passa mig að vera mjög skýr og komast hjá því að mynda svo stórar setningar að ég fari að búa til einhverjar hættulegar beygingarvillur. Því það er pínu pirrandi að taka upp heilan þátt sem tekur kannski hálftíma eða jafnvel klukkutíma að komast í gegnum, fara að skrifa upp það sem ég sagði og sjá þá að ég sagði eitthvað sem var annarkvort rosalega ólógískt eða óskiljanlegt eða bara hreinlega vitlaust. Og þurfa þá að skrifa eitthvað inn í uppritunina mína að fyrirgefið, ég sagði einhverja villu hérna. Ég ætlaði að beygja þetta svona eða ég hafði hugsað þetta orð og þess vegna gerði ég þessa villu og núna heyrið þið mig segja hana. Það er allt í lagi inn á milli að þið heyrið líka hvernig villur einhver sem er innfæddur myndi gera og þess vegna hef ég leyft þeim að fljóta með. En það er vissulega leiðinlegt, sérstaklega ef að þetta á að vera notað sem einhvers konar kennsluefni eða hjálpargögn í lærdómsferlinu ykkar. En já, ég hlakka til að heyra frá ykkur sem að hafa verið að fylgja mér í lengri tíma, því mörg ykkar eru á Patreon
og þar eru spjallrásir sem ég hef ekki verið mjög duglegur að stunda, en þar fengi ég líklega að heyra frá ykkur hvort að þið kunnið að meta þetta nýja viðmót eða einmitt alls ekki. Ég vona þá allavega að þið séuð ánægð með það að heyra oftar í mér þó það sé minna í einu, og að kannski finnið þið fyrir því að það er léttara að fylgjast með því ég er ekki að kafa jafn djúpt í einhver ákveðin efni. Þannig já, ég er ágætlega spenntur fyrir þessu og ég vona að þetta fari vel og að þið njótið þessa líka. Ég held ég hafi þetta þá bara ekki lengra. Takk fyrir að hlusta svona lengi og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.